Þetta eru tímamót í sögu Evrópu, sagði forseti framkvæmdastjórnar ESB áður en leiðtogafundur sambandsins hófst í dag. Rétt í þessu samþykktu Evrópusambandsríkin að auka framlög til varnarmála 800 milljarða evra. Kópavogsbær þarf að hagræða til að standa undir nýjum kjarasamningum kennara. Þeir kosta bæinn hálfum milljarði meira í ár en gert var ráð fyrir. Landsréttur staðfesti í dag sýknudóm yfir 2 mönnum fyrir áform hryðjuverk og mildaði dóm fyrir brot á vopnalögum. Verjandi annars þeirra segir þetta áfellisdóm yfir ríkislögreglustjóra. Óraunhæft er að koma golfvellinum á Seltjarnarnesi í samt horf eftir óveðurhelgarinnar að mati vallarnefndar. Tugmilljóna tjón var þegar grjót kastaðist yfir völlin í mikilli ölduhæð. Bæjarskrifstofur Grindavíkur flytja aftur heim eftir 1,5 árs útlegð í tollhúsinu. Bæjarstjóri segir það tímabært. Það hafi verið krefjandi að reka bæjarfélag úr fjarlægð. Komið þið sæl. Kópavogsbær, næst stærsta sveitarfélag landsins, þarf að grípa til hagræðingar sem allra fyrst vegna nýrra kjarasamninga kennara. Kostnaðurinn af þeim langt umfram fjárhagsáætlun ársins. Á fundi bæjarráðs fyrr í vikunni var rætt áhrif samninganna á fjárhag bæjarins. Þar kom fram að kostnaðurinn væri 1,2 milljarðar í ár, tæpum hálfum milljarði meira en fjárhagsáætlun kveður á og að á hverju ári kostuðu launahækkanir kennara bæinn hátt í 600 milljónir króna. Bæjarstjóri Kópavogs telur nauðsynlegt að fara í hagræðingu á öllum sviðum. Fréttastofa ræddi við fleiri bæjarstjóri í dag samningana. Hvernig var hljóðið í þeim, Anna Lilja? Já, það var nokkuð svipað eða hvert sem við töluðum við. Það er að segja að kjarasamningar kennarar reynast sveitarfélögum þyngri biti heldur en búist var við. En Ástdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogi, þið ætlið að hagræða, ætlið að reka fólk til þess að geta borgað kennurum laun? Nei, auðvitað sjálfsögðu ekki, en það er mikilvægt að hafa í huga að öll sveitarfélög voru sammála því að fara þessa leið. Við viljum auðvitað veita framúrskarandi menntun fyrir börnin okkar og þá þurfum við öflugt fólk. En að því sögðu blasir auðvitað við að þessar viðbótar hækkanir upp á 8% kosta sitt. Þetta eru 8 milljarðar fyrir sveitarfélögin og ég held að það sjáðu allir í hendi sér að sveitarfélögin munu þurfa að hagræða með einhverjum leiðum og við erum bara að segja það að við erum að fara að ráðast í aðgerðir til að bregðast við þessum viðbótar kostnaði. En voru það semjum eitthvað sem þið hafið gefn á? Já, ég meina þessi kostnaður umfram það sem gert var ráð fyrir í okkar áætlunum, en það breytir þó ekki því að þó svo við séum að boða hagræðingar í rekstri til að mæta þessum kostnaði, að þá munum við alltaf standa vörðum þá mikilvægu þjónustu sem við erum að sinna og það kemur ekki til greina að við séum að fara í einhvern niðurskurð á lögbundinni þjónustu, síður en svo. Við ætlum einfaldlega bara að ráðast í aðgerðir þannig að við getum farið betur með fé skattgreiðenda en mætt þessum viðbótar kostnaði. Áttu von á einhverju beinni aðkomu ríkisins? Bein aðkoma ríkisins inn í þessa kjaradeilu var nú með óhefðbundum hætti. Menntamálaráðherra steig auðvitað inn með yfirlýsingar sem að mínu mati voru óábyrgar á erfiðum stað í deilunni. En við erum hins vegar búin að fá kynningu á því að ríkisstjórnin ætli að taka við málaflokki barna og ungmenna með fjölþættan vanda og við fögnum því. Þetta hefur verið baráttumál sveitarfélaga í mörg ár. En það breytir þó ekki því að þetta auðvitað ótengt mál, þetta allt annar málaflokkur, þannig að við erum núna að segja það að við þurfum að bregðast við þessari stöðu. Launakostnaðurinn að hækka umfram það sem gert var ráð fyrir og þess vegna ætlum við að ráðast í hagræðingar í rekstri. Ráðast í hagræðingar rekstri, segir Ástdís Kristjánsdóttir, en við kveðjum hérna úr bæjarskrifstofunum í Kópavogi. Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir, og við förum frá Kópavogi og beint til Brussel. Leiðtogar aðildarríkja Evrópusambandsins samþykktu á neyðarfundi rétt fyrir fréttir að verja 800 milljarða evra til varnarmála. Við skulum heyra hvað leiðtogarnir sögðu fyrir fundin. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. We are very thankful that we are not alone, and these are not just words, we feel it. It's very important. Þessi leiðtogafundur hér í Brussel í dag markar í vissum skilningi tímamót í sögu bandalagsins. Þessa samband sem var stofnað miðja síðustu öld til að tryggja velsæld og ekki síst frið í Evrópu.
Núna er verið að ræða 100 milljarða evra útgjöld til hernaðarmála og milljarða evra hernaðarlegan stuðning við Úkraínu. Á sama tíma og leiðtogar Evrópuríkja eru farin að efast stuðning Bandaríkjanna sem staðið hafa með Evrópu í gegnum þykkt og þunnt í áratugi. Dagný, það voru nú eiginlega bara glæný tíðindi að detta hér í hús af þessum fundi. Já, einmitt. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, Ursula von der Leyen, hún lagði fram áætlun hvernig aðildarríki Evrópusambandsins geti eflt varnirnar hjá sér og það var samþykkt þessi áætlun og í henni er meðal annars kveðið á að ríkin auki samtals framlög sín til varnarmála 800 milljarða evra. Þessar fréttir voru bara að koma, þannig að við bara fylgjumst með þróun mála í kvöld og segjum betur frá þessu bara í fréttatíminum seinna í kvöld og svo á veg. En hvað er annars helst sem verið að ræða á þessum fundi? Það er líka þessi stóra spurning það hvernig Evrópuríkin geti fyllt í skarðið ef Bandaríkin láta verða af því að hætta hernaðarstuðningi við Úkraínu og það hefur verið rætt að ríkin tryggi öryggi Úkraínu eftir að friði hefur verið komið á og síðustu dag hefur verið svolítið rætt að ríkin sendi til dæmis friðargæsluliða til Úkraínu. En er alveg ljóst að Bandaríkin ætla að standa við það að freista þessa hernaðaraðstoð til Úkraínu? Sko það er það sem var tilkynnt í byrjun vikunar en það er alltaf ofsalega erfitt að sjá fyrir. Bandaríkjaforseti hann gæti skipt skoðun og sérlegur erindreki hans einmitt í málefnum Úkraínu sagði núna seinnipartinn að ef að Zelenski Úkraínuforseti myndi skrifa undir auðlindasamningin sem veitir Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Úkraínu, þá væri hægt að horfa fram á veginn. Og hvort að horfa fram á veginn þýði hernaðaraðstoð, það verður bara komið ljós. Svo var líka tilkynnt núna bara á 7. tímanum að það verði fundur í Sádi-Arabíu eftir akkúrat viku og þar fundir fulltrúar Bandaríkjanna og Úkraínu mögulegt friðarsamkomulag. En hafa komið eitthvað viðbrögð frá stjórnvöldum í Rússlandi við þessum fundi? Rússland gerði árásir á borgina Kryvyi Rih í nótt og Zelenski Úkraínuforseti hann er þaðan, þannig að það er svona spurning hvort að það tengist fundunum eða ekki. Kannski ekki ósennilegt? Nei, við vitum það ekki. Og svo ítrekkaði utanríkisráðherra Rússlands aftur í dag þá skoðun að ef það kemur friðargæsluliðar frá einhverjum NATO-ríkjum til Úkraínu, þá myndi rússnesk stjórnvöld bara líta á það sem stríðsyfirlýsingu. Dagný, takk kærlega fyrir þetta og við fylgjumst að sjálfsögðu með áfram með þessum fundi í kvöld og flytjum fréttir af honum jafnóðum. Takk. Og hingað heim aftur. Verjendur Sindra Snæs Birgissonar og Ísidórs Nathanssonar fagna niðurstöðu Landsréttar í hryðjuverkamálinu svokallaða í dag. Verjandi Sindra Þórs í dóminn áfellisdóm fyrir ríkislögreglustjóra. Þeir efast að ákæruvaldið áfrýi dómnum. Niðurstaða Landsréttar er sú að sýknudómur héraðsdóms yfir þeim Sindra og Ísidóru vegna hryðjuverkaákærunnar er staðfestur, en dómurinn yfir þeim brot á vopnalögum er mildaður. Málið vakti verulega athygli á sínum tíma enda hafði aldrei verið ákært fyrir tilraun eða áformum hryðjuverk hér á landi. Tvímenningarnir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald fyrir að hafa í fórum sínum ólögleg skotvopn og skotfæri og hafa þrívíta prenta vopn og fyrir áformum hryðjuverk með skot og eða sprengjuárás hér á landi gegn ótilgreindum hópi fólks árið 2022. Sem fyrr segir voru þeir sakveldi fyrir stórfelld vopnalagabrot en Landsréttur taldi að hvorki væri hægt að slá föstu ásetningi Sindra að fremja hryðjuverk né ásetningi Ísidórs til hlutdeildar í slíku verknaði. Landsréttur dæmdi Sindra í 18 mánaða fangelsi og Ísidór í 15 mánuði. Þá voru þeir dæmdi til að greiða 1/5 málskostnaðar en í héraði var það fjórðungur. Með öllu fyrirvara mjög eftir að lesa forsendur hans þá er ég ánægð með niðurstöðuna. Þetta er smá mildun á vopnalagaþættinum. En það sem skiptir aðalmáli er að hann er sýknaður af tilraun til hryðjuverka. Nú var, má segja, hátt reitt til höggs hvað það þátt varðar? Já, heldur betur. Þannig að ég gef mér það að þetta sé endalega niðurstað og ríkissássóknur var ekki að sækja áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar. En þetta er ekkert annað en áfellisdómur fyrir ríkislögreglustjóra sérstaklega. Já, fyrstu viðbrögð svona á þess að hafa farið ítarlega við forsendunar eru rauninni bara jákvæð. Refsingu milduð ítarlega frá héraðsdóminum og þá er ákærðu gert að greiða lægra hlutfall af sakakostnaði eins og krafa var gerðum. Þannig að svona fyrstu viðbrögð eru jákvæð. Það er bara dæmt þarna fyrir vopnalega þáttinn? Já, hann situr eftir sem áður og rauninni eins og verjendur höfðu bent á allt frá upphafi að yrði líklega niðurstaða. Þannig að það var ekki mikill árangur af, ekki áfrýjuninni, mætti segja sko.
Einar Oddur býst ekki við að málinu verði haldið áfram en saksóknari vildi ekki tjá sig niðurstöðuna við fréttastofuna þegar eftir því var leitað í dag. Ásakanir sérhagsmunagæslu gengu á víslegar atvinnuvegaráðherra mælti fyrir búvörulögum á Alþingi í dag. Þetta eru vondlög, þau fara rangt að því að bæta hag bænda. Frumvarpið kom hins vegar fyrst inn á þing 2023 en markmið þess var að heimila fyrirtækjum í meirihluta eigu bænda að eiga með sér samstarf afmarkaða þætti. Frumvarpið gjörbreyttist hins vegar í meðferðum atvinnuveganefndar. Tók það meðal annars til allra fyrirtækja og undanskildi til að mynda afurðastöðvar frá samkeppnislögum. Frumvarpið var samþykkt í fyrra þrátt fyrir ítrekuð varnaðarorð Samkeppniseftirlitsins, Neytendasamtakanna og verkalýðsfélaga. Héraðsdómur úrskurðaði í nóvember að lögin gengu gegn stjórnarskrá. Ekkert lagafrumvarp má samþykkja nema að það hafi farið í gegnum 3 umferðir á Alþingi. En að mati héraðsdóms voru breytingarnar í meðferð þingsins svo miklar að í raun hefðu þurft að leggja fram nýtt frumvarp. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem það bíður nú dóms, en með frumvarpi atvinnuvegaráðherra á að fella lögin sem samþykkt voru í fyrra úr gildi og færa þau aftur til fyrra horfs. Þetta er ekki rétta leiðin, þetta er ekki rétta leiðin fyrir bændur, þetta er ekki rétta leiðin fyrir neytendur. Ráðherra hefur verið boðað nýtt frumvarp í haust, efnislega svipað upphaflegu frumvarpi þar sem heimildir bænda til samstarfs verða formfestar og þeir búi þar af leiðandi í sama starfsumhverfi og í nágrannalöndunum. Þingmenn Framsóknarflokksins berjast hart gegn málinu og þá fundu þingmenn annarra stjórnarandstöðuflokka að því að málið hafi verið sett á dagskrá áður en Hæstiréttur kveður upp dóm. Þetta hljómar svolítið að þarna sé pólitískur veruleiki Viðreisnar að verja sérhagsmuni innflutningsaflana að setja hann hér á dagskrá. Þær breytingar hefðu verið skrifaðar af lögfræðingi Kaupfélags Skagfirðinga sem stór hagsmunaaðili í þessu. Hvað það annað heldur en sérhagsmunagæsla? Það hræðileg tilhugsun og óhugsandi að áætlunarflug til Ísafjarðar leggist af, segir bæjarstjórinn á Ísafirði. Risastórt byggðamál sé að ræða og því verði ríkið að koma að borðinu og bjóða fluglegginn út. Icelandair tilkynnti í byrjun vikunnar að vegna breyttra forsendna í Grænlandsflugi verði áætlunarflugi til Ísafjarðar hættu mitt næsta ár. Forstjóri Icelandair sagði ákvörðunina þungbæra en óumflýjanlega. Það er bara hræðilegt fyrir Vestfirði. Það yrði ekki góð niðurstaða ef að hingað yrði ekkert áætlunarflug. Íbúar hér reiða sig á flugsamgöngur, að sækja heilsugæslu eða sérfræðiþjónustu og þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirtæki og stofnanir eru hér líka sem að þurfa að sækja þjónustu til höfuðborgarsvæðisins. Samgönguráðherra sagði eftir ríkisstjórnarfund í fyrradag að stjórnvöld myndi gera allt sem í þeirra valdi stæði til að koma í veg fyrir þetta. Fulltrúar Icelandair héldu fjarfund í morgun með forystufólki sveitarfélagana á Vestfjörðum og fleirum og segir Sigríður Júlí að fundurinn hafi gengið vel. Bæjarstjórn Ísafjarðar bókaði þetta mál nú síðdegis, en hvað er til ráða? Ég held að við séum svolítið sammála það að ríkið þarf að koma að borðinu og þetta er stórt byggðamál og þess vegna þurfum við ríkisstyrki og setja þennan fluglegg í útboð. Telur að þetta sé loka niðurstaða hjá Icelandair? Já, þeir verða náttúrulega að svara fyrir sig, en mér heyrist það nú, já. Fagráð fyrirtækja sem selja íshallaferðir í Vatnajökulsþjóðgarði leggur til að þeim ljúki miðjan apríl vegna bráðnunar og hættu á hruni og engar ferðir verði í boði hálft árið. Banasleið sem var síðasta sumar hefur orðið til að bæta öryggismál og vöktun á ástandi íshalla. Í ágúst í fyrra lést erlendur ferðamaður á Breiðamerkurjökli þegar ísmyndun hrundi og litlu munaði að fleiri hefðu orðið undir. Slysið hratt af stað umræðu öryggi í íshallaferðum. Gagnrýnt var að ákveðin fyrirtæki hefðu selt slíkar ferðir að sumri þegar ísinn er óstöðugur. Vatnajökulsþjóðgarður herti tökin á íshallafyrirtækjum eftir slysið. Það sem landverðir fara í virt eftirlit, bæði með því að fara bara að fylgjast með svæðinu og svo fara þeir líka skipulagt eftirlit með fyrirtækjum þar sem þeir fara yfir alls konar þætti með það markmiði að tryggja öryggi og gæði starfseminnar. Og svo menn að vakta bara hellana hvort þeir séu að hrynja eða hvað? Já, það er starfandi fagráð og það fundar mjög reglulega, cirka vikulega og það hefur ákveðna vefsjá þar sem að miðlar upplýsingum til leiðsögumanna og stundum eru hellarnir rauðmerktir og þá ber fyrirtækjum að aflýsa ferðum og það nýta ekki þá hellar sem eru rauðmerktir. Íshellafyrirtækin þurfa nú að skrifa undir samning við þjóðgarðinn og gangast þar undir að fara að tilmælum fagráðs. Nú leggur það til að íshallaferðum ljúki miðjan apríl
og hefjist ekki aftur fyrr en miðjan október. Fyrirtækin ræða næstu skref og reyna að ná sátt lok íshellartímabilsins í ár, en þjóðgarðurinn tekur formlega ákvörðun. En miðað við þessar tillögur fagráðs verður ekki massatúrismi í íshella í sumar. Jöklagöngur auðveldara að starfrækja á sumrin en móta þarf ramma þær og hvernig hópar í jöklagöngum skuli umgangast ísmyndanir og hella. Þannig að það bara núna verið að finna út úr hvernig þetta fyrirkomulag á að vera, þannig að allir fylgi sömu viðmiðum og allir séu sáttir. 20 milljóna tjón varð á golfvelli Seltjarnarness í óveðri helgarinnar. Sjór, möl og grjót fóru yfir völlinn og ljóst að mikið hreinsunarstarf framundan. Það enginn að fara að slá kúlur hér á þessum teig? Ekki á næstunni. Nesvöllurinn 9 hólu golfvöllur staðsettur á Suðurnesi á Seltjarnarnesi. Landið í eigu bæjarins en golfklúburinn sér allan rekstur. Allt þetta grjót sem sjáum hérna að kantinum, þetta allt sem kemur inn og náttúrulega teigurinn og svo allt sem við horfum hérna bara út með í átt að bauginni og að gríninu. Þetta er bara náttúruhamfarir, það ekkert annað. Óveðrið í suðvestanáttinni helgina sýndi fram á nauðsyn þess að hækka brimvarnargarða að mati Ásgeirs. Garðurinn, hann þarf að vera hærri og hann þarf að vera hærri allstaðar hérna á Suðurnesunum og út með vellinum. Treysta verður á vinnu sjálfboðaliða við hreinsunarstarf sem hefst helgina. Notast þarf við hjólbörur, hrífur og skóflur þar sem völlurinn of mjúkur fyrir stærri vinnuvélar. Ásgeir telur ekki raunhæft að koma honum í samt horf. Náttúruhamfaratrygging Íslands tryggir ekki tjón á borð við það sem varð á golfvellinum og Ásgeir telur fjárhagslegt tjón hlaupa á tugum milljóna. Við vitum ekki alveg hvað við ætlum að gera, en ég vil að hugsa að reyna bara breyta þessu og slétta þetta og ég vil að tyrfa yfir þetta því að það alveg ógjörningur að ætla sér að moka öllu grjótum sem kom hérna niður í burtu á höndum. Það verður þá bara verkefni hjá okkur fram á sumar ef við ætlum að gera það. Þannig að það er grjót hér allt inn á brautunum. Þannig að þetta verður, þetta var næstu því grátklökkur. En ein tímamótin í sögu Grindavíkurbæjar voru í dag þegar gögn og eigur bæjarins voru fluttar úr Tollhúsinu í Reykjavík aftur í heimabæinn. Starfsfólk viðbúið að þurfa að flytja aftur vegna eldgoss. Grindavíkurbær, góðan daginn. Bæjarskrifstofa opnar aftur í Grindavík á mánudaginn klukkan 9. Já, takk, bless. Þið að pakka saman bæjarfélagi? Já, við erum að taka saman föggur okkar hérna og flytja heim til Grindavíkur. Þetta svona enn eitt kaflinn í þessari sögu? Já, hér hefum við verið síðan í nóvember 23. Fengum þetta fyrirtagshúsnæði hérna hjá Ríkiseignum og hér hefur farið vel okkur en nú tíma bært að fara að flytja heim. Verkefni sveitafélagsins hafa breyst og þeim fækka vegna jarðhræringa síðustu ára. Íbúum með lögheimili Grindavík hefur fækkað 70%, 700 að störfum í bænum á degi hverjum og reyndar hafa allir fundir bæjarstjórnar og fastanemnda verið haldnir í Grindavík síðan í fyrra. En hvernig hefur það verið að reka bæjarfélag svona úr fjarlægð, getum við sagt? Og bæjarfélag í mjög sérstaklega stöðu, svo ekki sé nú meira sagt. Það hefur auðvitað bara verið heilmikið verkefni að gera það. Aukna líkur á kvikuhlaupi, jafnvel eldgossi á Sundhnúksgígaröðinni næstu daga eða vikur. Fanna segir alla starfsmenn bæjarskrifstofunnar viðbúna gosi. Við búum okkur undir það að þurfa að fara úr bænum þegar að gjósa, en komum bara fljótt aftur. 8 daga geimför tveggja geimfara NASA hefur orðið að 9 mánaða dvöl í geimnum. Vonir standa til að þau komist aftur til jarðar síðar í þessu mánuði. 3, 2, 1, ignition. Það var stór stund þegar Starliner var skotið á loft 5. júní og mikið fagnað þegar þau Buzz Wilmore og Sunita Williams mættu í alþjóðlegu geimstöðina daginn eftir.
We've got a prescribed landing date that goes along with this launch date. I just want to emphasize that nobody should get too excited about that date. We have to have a lot of conditions that are just right before we bring the Starliner home. Það var hárrétt hjá NASA að stilla væntingum heimkomu þeirra í hóf. Dvölin átti upphaflega að vera 8 dagar, en nú, 9 mánuðum síðar, eru þau þar enn. We came up prepared to stay long, even though we planned to stay short. That's what we do in human spaceflight. That's what your nation's human spaceflight program is all about, planning for unknown, unexpected contingencies, and we did that. Þau eru bæði reyndir geimfarar sér í lagi Williams sem varð fyrst allra til þess að keppa í þríþraut í geimnum 2012. Í þríþraut hlaupið, hjólað og synt, en eðli málsins samkvæmt engin sundlaug í geimstöðinni. Því notaði Williams sérstakan æfingabúnað sem ætlað að líkja eftir þeirri áreynslu sem fylgir sundinu. Heimferðin tafðist vegna bilunar í þrýstibúnaði geimfarsins. Í ágúst var ákveðið að senda það mannlaust tilbaka og tilkynnt að Wilmore og Williams kæmust heim með Dragon geimhylki SpaceX í febrúar. En það hefur líka tafist og nú áætluð heimkoma 19. mars. Í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra komandi verkefni ráðuneytisins og stöðu mansalsþolenda hér á landi. Það voru farið yfir tilnefningar til íslensku myndlistaverðlaunanna og kíkt í heimsókn á kráarkvöld á hjúkrunarheimili á Akureyri. En næst að veðrið. Það verður hæglætis veður sem var í dag þó einhver él verður á sveimi. Keimlíkt veður á morgunin bætir heldur í élin suðvestanlands. Hiti verður og yfir frostmarki að deginum en það frystir víða að næturlagi. En það verður nánar allt sagt veðrið að loknum íþróttafréttum. Undanúrslitaleikur Þróttar og HK markaði upphaf bikarúrslitavikunnar í blaki. Leikurinn var æsispennandi og lofaði góðu fyrir það sem koma skal. Evrópumótið í frjálsíþróttum innanhús hófst í dag og þar keppa 3 Íslendingar. Ég held að Baldvin eigi alveg helmingslíkur á að komast í úrslit og það væri svo geggjað. Og Benedikt Guðmundsson léti í dag af störfum sem þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum kvöldsins. Og næst ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Evrópusambandsríkin samþykktu í kvöld að auka framlög til varnarmálum 800 milljarða evra á tímamótafundi í Brussel. Kópavogsbær þarf að hagræða til að standa undir nýjum kjarasamningum kennara. Þeir kosta bæinn hálfum milljarði meira í ár en gert var ráð fyrir. Landsréttur staðfesti í dag sýknudóm yfir 2 mönnum fyrir áform hryðjuverk og mildaði dóm fyrir brot á vopnalögum. Verjandi annars þeirra segir þetta áfellisdóm yfir ríkislögreglustjóra. Óraunhæft að koma golfvellinum á Seltjarnarnesi í samt horf eftir óveðurhelgarinnar að mati vallarnefndar. Tugmilljóna tjón varð þegar grjót kastaðist yfir völlin í mikillu ölduhæð. Bæjarskrifstofur Grindavíkur flytja aftur heim eftir 1,5 árs útlegð í Tollhúsinu. Bæjarstjóri segir að tímabært það hafi verið krefjandi að reka bæjarfélagið úr fjarlægð. Þessum fréttatíma að ljúka og nú kom það íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna á RÚV.is en næstu fréttatímar okkar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Gettu betur. Bein útsending frá spurningakeppni framhaldsskólanna. Stúdíó RÚV. Úrval úr stúdíói RÚV þar sem tónlistarmenn færa landsmönnum tónlist heim í stofu.